og kokos. Mylla sig alltaf framar hann á gryfjunni út í. Jæja, sæll Sveinn Ingi. Stórræktandi. Já, þú segir það. Ha, er það ekki? Þú segir það. Herðu, þú ert með það með mikinn garp. Hvað klárar þetta? Já, þetta er kvistur frá Skagaströnd. Já. Undan Sunnu frá Akranesi og Fróðfærarefsstöðum. Já. Og hann er svona búinn að slá í gegn nokkru sinnum. Já, hann er búinn að gera það gott. Já. Hvernig bæði á brautinu og verið mikið mótaðar og hrissur. Já. Og hvernig hestur er þetta? Þetta er alhliða hestur og vel viljugur og bara skemmtilegur í alla staði. Ég get ekki sagt það. Ert þú að ríða honum núna svona sjálfur eða? Nei, hann meiddist á löpp og er ekki nógu góð lagi til þess. Nei. Og segðu mér hérna, nú var hann sigurstranglegur á landsmótinu í ár, en hann slasaðist aðeins, er það ekki? Jú, hann meiddist á löpp, sennilega var í sleginn og þannig að það var að draga hann úr keppni, sko. Já. Það hefði verið svekkjandi? Það var mjög svekkjandi. Já. Það hefði verið gaman að sjá hann í úrslitunum? Það hefði verið gaman að sjá það, sko. Og í úrtökunni hérna hjá Herði, sko, þá var hann efstur inn á landsmót. Þannig að það var mikið áfall. Já, trúi því. En það skeiði. En hvað er hérna yngst núna undan Sunnu? Hvað er í gangi núna? Nýtt og spennandi. Sko, það er reysa henni fyrir innan sem heitir Sigmundan Nokka á Helskoti. Já. Ég með svona mikla vonu á hana. Já. Hún hefur ekkert gefið þér rosalega margar hrissur. Jú, það er nú eitthvað til en. Jú. En allavega mikið af stóðust. Já. En svo var tilmáttuna eins og þjóð til dæmis sem var sín fjaravetra og hann sett bara í fólksegnir og fruma fyrstafélagina hrissa líka út á Markúsi og svona. Jú, það er náttúrulega til töluvert þannig. Já. Hvað er hún orðin gömul núna? Hún er fædd 89. Já, 23 vetra, 24 í vor. 24 í vor, sko. Já. Og er hún fylfull núna? Já, ég vona það. Já. Og hver var svo heppni? Sjóður frá Kirkjubæ. Já. Það ætti eitthvað að komast áfram? Já, ég vona það. Ég trúi því. Er Gummi búinn að biðja réttin að fá að hafa það, eða? Nei. Blanda af hans skapi? Já, blanda af skapi, sko. Já. Já. Jú, það verði ekki maður. Hann hefur verið að temja mikið fyrir mig, þannig að vona það haldi bara á hann. En þetta er engin smá gripur? Þú ert bara, ekki rosalega hástu við liður á henni? Nei, hún er rosalega háfætt og bara létt. Já. Gott gæsla. Já. Og hún var tamin í haust, er það ekki? Jú, hann svona byrjaði á henni. Lofa góðu. Já. Þannig að þessi er ekki föl? Nei. Hún verður aldrei föl þessi. Nei. Þess að taka við að gamlu. Já. En síðan var líka skjótturfóli undan henni sem stóð sér vel á ungfólasýningu, Klakinn. Hvað er hann gamall? Hann verður 4 vetra í vor, næsta vor. Já. Er þessi meiri þá á 5. þessi? Þessi er á... Það er það. Þarna er Klakinn. Þarna er Klakinn, já. Hann er búið að temja hann eitthvað? Nei. Ég er svona aðeins að byrja að láta hann. Já. Hann svona bólnaði á löpp og sannlega verið sleginn og einhverjum hjaski, sko. Hann er að lagast núna, sko. Hann er þetta er efni, sko, mikið efni. Já, hann er undan álfi. Hann er álf, svona. Já. Það er engin spurning, sko. Og hann er á 4. og meir en á 5. sérpa. Já. En hvað var það svona á árinu hjá þér sem er þér eftirminnilegast? Er þetta eftirminnilegra ár heldur en önnur ár þínu lífi? Nei, þetta gengið vel, sko, bara með þessi Sunnu aðkvæmi.
Já. öll, þannig að það er ekkert svona, get ekki neitt fram yfir annað, sannilega. En þessi hross hafa líka fengið góða tamningu og góða sýnendur, þannig að það er ekki... Já, góðum höndum, Já. Erlingsinni og við í Rangholti og svo hjá Guðmundi Björgu eins og. Já. Þannig það ég hef bara verið mjög heppinn með tamningafólk. Já. Ég hef svona reynt að undirbúa þetta svolítið sjálfur. Já. Þannig upphafið, sko. Já. Dundaði í þessu? Dundaði í og gerði svona taumvöðan og svoleiðis. Já. Kynnast þeim líka? Kynnast þeim líka, sko. Já. Er það ekki mikilvægt svona sem rektandi? Jó, það er það. Að eiga uppáhalds líka? Jó. Það er það. Það er svona, skiptir máli hvernig farið að þessi upphafi. Hvernig byrjaði með þetta. En talandi uppáhalds, hvað er uppáhaldsafkvæmi þitt undan Sunnu? Ég myndi segja að það er náttúrulega erfitt að gera upp á milli kviss og nokkuð dótturinnar. Já. Við segjum að Kvistur sé uppáhaldshesturinn og hún uppáhaldsmeirinn. Já. Til þessa? Já, til þessa. Það eru stór spór sem hún þarf að fylla upp í, eða svona? Já. Ég hef mikla trú á henni. Já. Það verður gaman að fylgjast með henni. Góð gæðsla og mikla hreyfingar og háfætt og bollrétt. Já. Hefur allt? Hún hefur allt svona. Já. Allavega finnst mér það. Já. Í mínu huga. Já. Sér bara vona að það smelli eftir þegar það á að smella. Já. Já, má vona það. Já. Ég ætla ekki að trufla það lengur, Sveinn. Við fylgjumst með þeim í vor og í vetur. Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr því. Já, bara til hamingju með árangurinn og bara gangið vel og gleðilega hátíð. Takk fyrir það, sömuleiðis gleðilega hátíð.